Góðan daginn og gott að sjá ykkur. Ég enda að sé ykkur ekki, en gott að hafa ykkur með og ég vona að þið séu með okkur í dag og við höfum það yndislegt saman. Og ég segi að ég hef ekki verið hér síðan nýja árið, gleðilegt ár og vona nýja árið megi gefa ykkur blessun og frið. Amen. Við ætlum að byrja þetta í dag á því að syngja góði Jesús skakka í framhjá. Góði Jesús skakka í framhjá, gef mér bænasvar. Herri þínu helga nafni, hjálpin alltaf var. Góði Jesús, gef mér svar frá þér. Þú aðra örlát blessa, ei þú gleymir mér. Lát við hástól helgra náða, hjartað finna ró. Þegar frið minn huga grípur, Herra gef mér fró. Góði Jesús, gef mér svar frá þér. Þú aðra örlát blessa, ei þú gleymir mér. Þú ert gleðilindin ljúfa, lífið fyrir mig. Hyrð ég ei heim né jörðu, haf ég aðeins þig. Góði Jesús, gef mér svar frá þér. Þú aðra örlát blessa, ei þú gleymir mér. Góði Jesús, gef mér svar frá þér. Þú aðra örlát blessa, ei þú gleymir mér. Ei þú gleymir mér. Blessed be the name, blessa sé hans heilaga, blessaða, góða nafn og nafnið sterkur turn sem við getum flúið upp í.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord Most High. Name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Amen. Halleluja. Yndislegt að syngja saman og yndislegt að lofa Guð saman í dag. Ég var að hugsa vers í gær fyrir ykkur og það hljómaði vers sem að sonur minn var með þegar hann blessaðist í Fíladelfíu eða var á fermingaraldrinum og það hljómar svona í Filippubréfinu 4:13. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem svo styrkan gjörir. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Og þetta á svo sannarlega við líf mitt líka því að vissulega þarf maður hjálp Guðs og sérstaklega á þessum tímum sem að allt við vitum ekki hvernig allt svo sannarlega gott að eiga fá þessa hjálparhönd og að Guð gefi okkur styrk hvern einasta dag. Við ætlum að biðja saman, áður en við biðjum saman að þá framundan ekki alveg vita hvernig hlutinni vera, en eitt sem ekkert öðruvísi á þriðjudögum og föstudögum þá komum við saman og biðjum og við sendum það út á síðu kirkjunnar. En við skulum leggja þessa stund í Drottins hendur og vikuna í hans hendur og munum þetta vers þegar við vitum ekki alveg finnst við vera gjörsamlega, við vitum ekki hvað við að gera. Þá munið það að allt megnar þú fyrir hjálp hans sem þig styrkan gjörir. Og hafðu það hugfast, elsku vinur, að Jesús aðeins einni bæn í burtu.
og hann elskar þig. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir það að við mögum koma saman hér í dag, Drottinn, og biði Drottinn minn að blessa þjóðin okkar, Drottinn. Ég bið að blessa íslensku þjóðina, Drottinn, ég blessa þá sem að hlusta. Ég bið að umvefja þau með kærleika þínum, heilagi Faðir. Og ég þakka þér, Drottinn, fyrir það, við mögum leggja allt okkar líf í þínar hendur og þú munt vel fyrir sjá. Og ég þakka þér, Drottinn, fyrir það að þú blessar hvert eitt og sér hvert okkar, Drottinn minn, og gefur okkur styrk hvern einasta dag og hjálp hvern einasta dag, Drottinn. Ég biði, Drottinn minn, fyrir þjóðfélaginu í dag, ég biði Jesús minn fyrir því að þú munt vel fyrir sjá, heilagi Faðir. Ég bið fyrir Reykjanesbæ, Drottinn, ég bið fyrir bæjarstjórnin í Reykjanesbæ, ég bið að gefa þeim visku til að taka réttar ákvarðanir fyrir bæinn, Drottinn minn, og ég bið að byggja upp hennar bæ, Drottinn. Ég bið Jesús minn að gefa fólki atvinnu, heilagi Faðir, og ég bið, Drottinn, að nýja árið 2021, megi vera gæfu ár fyrir okkur Íslendingana, fyrir heiminn allan, Drottinn. Og Jesús minn, megum við snúa augum okkar til þín, Drottinn minn, megum við krjúpa við fætur þínar, megum við hlusta á orðið þitt, Drottinn, megum við hlusta á röddu þína, heilagi Faðir. Og ég biði Jesús að hvert og eitt annað heimili hér í landinu megi fyllast af nærveru þinni, að þú, heilagi Faðir, megi fá að koma inn í hjörtu fólksins í dag og gefa þig að, Drottinn, að megi að hlusta á orðið þitt, hlusta á röddu þína, heilagi Faðir. Ég þakka þig fyrir komandi viku, ég þakka þig fyrir, Drottinn, að ég biði Jesús að þær breytingar muni vera okkur til heilla, Drottinn, en ekki til óhamingju. Og ég veit, Drottinn, að þú munt vel fyrir sjá. Þú sleppir aldrei af okkur hendinni, heilagi Faðir. Takk, Jesús, fyrir allt sem þú hefur gert. Takk fyrir kærleika þinn. Og ég biði Jesús að þinn friður megi fylla heimilin í dag. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Við ætlum að syngja saman lagið Jesús þig ég þrái. Og endilega takið þið þátt þið sem heima setið. Textið kemur upp. Leyfið þið Guði að vinna í lífum okkar. Halleluja. Jesús. Jesús þig ég þrái, þú Guðs lamb sem lausn mín Krossi á þú falinn varst, keyptir blóð þitt frelsi mér. Jesús þig ég þrái, þú átt nafn sem dýrlegt höfuð þitt þyrnum kring, þéttan sigur svegin ber. Heiður allan á þú skilur,
þig ég þrái, þú Guðs lamb sem lausn mín Líf mitt væri þér að fús mig sjálfan gef ég þér. Heiður alla nátt þú skilir, ég upphef nafnið þitt. Þér ber vegsemdir og heiður hver helgað sé þér lífi mitt. Dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín þitt hjartans mál mín syngur sál. Dásamleg dýrð þín heiður alla nátt þú skilir, ég upphef nafnið þitt. Þér ber vegsemdir og heiður hver helgað sé þér lífi mitt. Dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín mitt hjartans mál mín syngur sál. Dásamleg dýrð þín og dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín mitt hjartans mál mín syngur sál. Dásamleg dýrð þín Halleluja, Jesus. Ó, dásamleg dýrð þín, heilagi Faðir. Halleluja, Jesus. Halleluja, halleluja. Halleluja. Syngjum þetta einu senn, heiður alla nátt þú skilin. Og þú sem ert heima, syngdu þetta með okkur. Halleluja. Heiður alla nátt þú skilir, upphef nafnið þitt. Þér ber vegsemdir og heiður hver helgað sé þér lífi mitt. Dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín mitt hjartans mál mín syngur sál. Dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín mitt hjartans mál mín syngur sál. Dásamleg dýrð þín Halleluja. Amen, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Amen. Yndislegt að lofa Drottinn. Við ætlum að syngja hérna fallegan sálm
sem fjallar kross Jesú Krists og að það ennþá pláss við krossin fyrir alla sem vilja þangað koma. The cross upon which Jesus died is a shelter in which we can hide, and its grace so free is sufficient for me, and deep is its fountain, as wide as the sea. There's room at the cross for you. There's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have found him a friend and have turned from the sins they have sinned, the Savior still waits to open the gates and welcomes a sinner before it's too late. There's room at the cross for you. There's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. The hand of my Savior is strong, and the love of my Savior is long. Through sunshine or rain, through loss or in gain, the blood flows from Calvary to cleanse every stain. There's room at the cross for you. There's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. I can take a heart that's broken, make it over again, but I know a man who can. I can take a soul that's sin sick and make it white like the snow, but I know a man who can. Some call him Savior, the Redeemer of all men. I call him Jesus, for he's mine.
out of hand. I know a man who can. I can walk upon the waters or calm the raging sea, but I know a man who can. And I can't cause blind eyes to open, make the lame to walk again, but I know a man who can. Some call him Savior, the Redeemer of all men, but I call him Jesus, for he's my dearest friend. If you feel no one can help you, and your life is out of hand, well, I know a man who can. Some call him Savior, the Redeemer of all men. I call him Jesus, for he's my dearest friend. If you feel no one can help you, and your life is out of hand, well, I know a man who can. I know a man who can. I know a man who can. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Lord, you're beautiful. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see, and when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, please light the fire that once burned bright and clear. Replace the lamp of my first love that burns with holy fear. I want to take your word and shine it all around, but first help me just to live it, Lord. And if I'm doing well, help me to never make a sound except to give all the glory to you. Lord, you're beautiful. Your face is all I seek, And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, please light the fire. Oh Lord, please light the fire that once burned bright and clear. Replace the lamp of my first
all around. But first help me just to live it, Lord. And if I'm doing well, help me to never make a sound except to give all the glory to you. Lord, you're beautiful. Lord, you're beautiful. Your face is all I see, and when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, you are beautiful, Lord. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I seek, and when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Your grace abounds to me. Oh Lord, your grace abounds to me. Amen. Amen, Snorri, gjörðu svo vel. Komið sæl og blessuð. Það þarf alltaf að hafa vopnabúrið með sér þegar maður mæti hér á þessum palli. Megi friður Guð sem æðir öllum skilningi varðveita hjörtu ykkar og hugsanir í honum. Það var einu sinni að systir mín, hún spurði litlu dóttur mína, hvernig líta englarnir út? Og litla dótturinn, hún svaraði að bragði, þeir opna hurðina. Og systir mín, hún var ekki alveg viss hvað svarið þýddi hjá henni. En stundum það þannig að við spyrjum spurningu og fáum ekki endilega réttu svörin. En það alveg rétt að englarnir þeir líta þannig út og þeir bara opna hurðina og kíkja og loka svo. Við skulum aðeins fara nú veg englanna í dag og við skulum aðeins opna hurðina og kíkja út og skoða fram á veginn. Og ég held að það sé bara góður tími að skoða fram á veginn til þess að við sjáum að Guð, hann vill vera með þér allan veginn og hann vill leiða þig alveg allt til enda. Og vegur Guðs ekki þannig að hann sé endilega kaflaskiptur, að þú ert á aldrinum svona 10 til 20 ára, þá gengur á Guðsvegi, svo Guðsvegur öðruvísi eftir tvítugt. Guðsvegur alltaf eins. Og það svo athyglisvert að eitt skipti þegar englarnir litu hingað til jarðarinnar, við segjum þetta gjarnan frá þessu í jólaguðspjallinu, þegar englarnir vitjuðu hirðana og engilli kom til Maríu og við tengjum þetta mjög mikið fæðingu Jesú og tilurð hans, en það voru líka englar sem vitjuðu Elisabetar og Sakaríasar, þegar Sakarías var æðstiprestur og hann gekk inn í musterið og engillinn hitt hann og talaði við hann fæðingu Jóhannesar. Og þá erum við með engils áskorun til okkar sem langar að við förum aðeins í frá Mattheusar Guðspjalli, 3. kapitula, og þá þetta mjög kröftugur boðskapur í mínum huga og fyrir mig þegar sagt á þeim dögum kemur Jóhannes skýrari fram á predikar í óbyggðum Júdeu. Hann sagði, gjörið iðrun, himnaríki í nánd
Og það vekur strax athygli mína hvers vegna Jóhannes var í óbyggðum Júdeu. Hann var sonur prests, á hverju var hann ekki í musterinu? Á hverju var hann ekki að taka við prestsembættinu? Á hverju var hann út í óbyggðum? Var ekki pláss fyrir hann í musterinu? Stundum það þannig að þegar Guð vill koma málum sínum á framfæri við þig og mig, þá hann ekkert endilega að nota þá staði sem við höldum eða erum búin að stimpla sem staði Guðs. Við vitum ekki alveg hvers vegna Guð tala til okkar á þessu staði eða öðrum, en eitt alveg öruggt mál, að Guð, hann veit alveg hvernig hann ná til okkar. Hann veit alveg að hann tala til okkar í draumum og nætur sínum og öllu því sko. Svo við eigum alveg greinilega aðgang að Guði almáttugum í gegnum þessi orð. Svo komum við að þessu, að Jóhannes sá sem svo umritað og mælt hjá Jesaja spámanni. Og þetta svolítið athyglisvert, að Jesaja sem 600 árum á undan Jóhannesi, hann skulle hafa gefið mannlýsingu. Og okkur þætti það stórt mál ef að við hefðum boðskap frá, frá því 1200, 1400, að einhver á Íslandi 1400 hefði spáð því að í Keflavík myndi vera maður sem myndi predika og hann heiti Kristinn. Myndi ekki vera svolítið upp með okkur að eiga svona spámann? Myndi ekki leggja eyru við ef við getum sýnt fram á það að í Passíusálmunum þá talað að Samúel sem syngur loftsöng drottinn? Okkur þykir ekki ónýtt að eiga svona arf frá fornum tíma og við bendum á að þetta var sagt hérna áður fyrr og nú þetta að rætast hjá okkur í dag. Saga gyðinganna nefnilega svona. Einu sinni var þetta sagt, vegurinn var lagður, atburðirnir myndu gerast og svo kemur þetta fram. Og voru þá ekki allir ofsalega ánægðir? Voru ekki allir voðalega hrifnir að nú Guð að tala, nú Guðs ríki komið, nú þetta og hitt í gangi? En það líka sorgleg hlið á þessum málum. Það var nefnilega þannig að það var ekkert allt í lagi hjá gyðingum þegar þetta orð var að rætast. Jóhannes sem átti að vera í musterinu, það var ekki pláss fyrir hann í musterinu. Það var ekki pláss fyrir helgi þjónustu hans. Svo Guð notaði þá eyðimörkina og það var predikunastóllinn hans Jóhannes að kýrara. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins. Gjörið beinar brautir hans. Og hvað sagt við okkur á Íslandi í dag? Hvernig vegur drottins á Íslandi? Hvað okkur leyft og hvað okkur bannað? Ýmist heyrum við að við séum ekki undir neinu lögmáli. Já, ég frjáls, ég ekki undir neinu lögmáli. Vegur Guðs vegur frelsisins og það alveg hárrétt. Við erum öll sammála þar. En það til tvenns konar lögmáli sem heimi. Fyrst það lögmál syndar og dauða, sem Biblían talar og hún varar okkur við því. Síðan til lögmál frelsisins, lögmál ljóssins, lögmál gleðinnar, lögmál réttlætisins. Og í stað þess að vera þrúguð af lögmáli syndar og dauða, þá getum við, eins og við erum að predika, boðið hvoru öðru að taka þátt í lögmáli lífsins anda. Og það líka lögmál. Og þetta lögmál, það ekki neikvætt eða slæmt, það akkurat eitt af því sem þyrfti að heyrast meira á Íslandi í dag. Fylgjum þessu aðeins eftir með þessa vegi, því að við mennirnir við eigum alveg ótrúlega auðvelt með að fara villu vegar. Við veit ekki alveg hvort fóti við eigum að stíga. Því flestir á Íslandi, þeir hafa gengið til ferminga, gengið til prests og látið fermast og heiti því og lofað að gera Jesúm Krista leiðtoga lífsins. Hvað hefur síðan Jesús að segja framhaldið? Þegar þú ert í makavali, spyrðu Jesú. Þegar þú ert að taka ákvarðanir, mikilvægar ákvarðanir, spyrðu Guð. Ertu með það í huga að Guð ætlar að leiða þig í gegnum þetta allt? Þetta leið hins kristna
spurðu Jesú, spurðu Guð og hann mun greiða vegðinn. Og sjáu þið hvað þetta er merkilegt að þegar við förum svona 3000 ára aftur í tíman, þá er fyrsti Davíðssálmur sem bendur okkur á hver hættan hjá manninum er. Maðurinn á ekkert endilega auðvelt með að velja sér veg. Og ég ætla að fara með ykkur í fyrsta Davíðssálm og ég ætla ekki að lesa hann svo sem allan, en það eru 2 atriði sem eru vakandi mér í huga og mér langar að gefa þér. Vegna þess að Davíðssálmurinn hann byrjar einmitt á þessu, sæll er sá maður, er eigi fyrir að ráðum óguðlegra. Og þetta er merkilegt að það skiptir máli hvaðan við fáum ráðin. Hver tala við þig? Hver ráðleggur þér? Núna heyrum við í dag að það er mjög algengt að menn eru með einhverjar ráðleggingar í gegnum fjölmiðla, þú færð þetta í gegnum Facebook, það eru ákveðnir aðilar sem eru með svo marga fylgjendur, þeir eru að gefa ráð. Og ráðin eru ýmis konar og hér kemur eitt af þessu, er eigi fyrir að ráðum óguðlegra. Það geta verið óguðleg ráð sem að hljóma í eyrum unglingan okkar og barnana. Við heyrðum ráð frá lögreglunni daginn, tókuð eftir því. Þetta var í fréttum. Lögreglan var að vara foreldrana við að börnin sem eru 13-14 ára, þau geta fengið skilaboð í símann, taktu nektarmynd af þér og sendu okkur, þú fær 5.000 kall eða 10.000 kall. Og barnið, það veit ekki hvað almennilega hangir á spýtunni, það stendur frammi fyrir freistingu, það stendur frammi fyrir ráði, á ég að fá 5.000 kallinn, á ég að fá 10.000 kallinn. Og þetta er svo alvarlegt mál að lögreglan hún varar foreldra við. Það er nefnilega til svona ráð fyrir unglingan okkar í dag. Það eru til ill ráð og það eru til óguðleg ráð. Og sjáu þið svo. Hann gengur eigi á vegi syndarana og eigi situr í hópi þegar hafa Guð að háði. Þessi maður sem þiggur ekki ráð frá syndurum, fer ekki í óguðleg ráð, heldur situr í hópi þegar sem lofsyngja Guði og vegsama hann er sæll og blessaður. Og við sjáum að það fylgir honum ákveðið veganesti á þessu vegi. Hann hefur yndi að lögmáli drottins, hann hugleiðir lögmál hans dag og nótt, hann er sem tré, gróður sitt hjá rennandi lækjum, ber ávöxt á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt hann gjörir, lánast honum. Hver vill ekki eiga barn sem hefur svona fyrirheit? Hver vill ekki eiga son sem einmitt hlustar á ráð hinna guðlegu, hlustar á ráð drottins, fer eftir því sem Guð segir. Og þá vitum við að það er ákveðið veganesti sem fylgir honum að hann muni bera ávöxt allan tíman og allt hann gjörir lánast honum. Hinnir sem fara sína eigi leið, fara eftir ráðum óguðlegra, ganga þá leið sem að Biblían að vara okkur við. Það er sagt frá því í 7. versinu, því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu. Og það er alveg greinilegt út frá þessu orði að það eru til 2 vegir sem að þú annaðhvort ert á eða sniðgengur. Ég er að predika þann veg sem að ég trúi að sé að finna hjá Jóhannesi skýrara. Guð vekur upp þennan boðskap aftur frá Davíðssálmi 1 og til Mattheusar Guðspjalls 3 þegar Jesaja rifjar upp og segir við Ísraelsmenn: greiði veg drottins, gjörið beinar brautir hans. Því að þetta skiptir öllu máli að við áttum okkur á hvernig við getum gengið beinar brautir Guðs. Í guðfræðilegum efnum í dag þá eru mjög merkileg fyrirbæri, ætla ég að leyfa mér að orða. Við sjáum það til fullt af kirkjum, en það er ekkert endilega að kirkjurnar séu sammála það hvað það sé að boða. Og það eru mismunandi guðfræði sem fylgir þessum kirkjum, en það er eitt sem að þú þarft að gera og ég er að ráðleggja að gera. Grundvöllur kirknanna á að vera Jesús Kristur, postularnir og spámennirnir. Þeir eru grundvöllurinn.
Síðan það orð Guðs sem hér að finna. Það akkurat grunnurinn að því að við erum að predika Jesúm Krist og hann krossfestan. Og ef að grunnurinn réttur hjá okkur, þá vitið þið að við getum byggt miklu betra og stærra hús. Við getum byggt svo kröftut hús að það getur staðið af sér öll veður, alla skriður, alla erfiðleika. Og við erum að tala um það sem að Jesús var að undirbúa gyðingana með. Jóhannes predikaðu, greiddu veg Guðs og komdu með það orð sem að gerir beinar brautir hans. Og hvernig stendur á því að þetta skiptir máli? Ég trúði að við mögum alveg segja að þetta vegna þess að Guð, hann hefur ætlað okkur til þess að ganga sama veg og Jesús Kristur Það er ekki að tilviljun þegar við sjáum að Jesús Kristur kynntur til sögunar sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann þess vegna leiðin sem við göngum. Og mér finnst mjög athyglisvert þegar við förum í þetta. Ég ætla að fara með ykkur í Matthews 5 og það vers 17 til 19 af því að mér finnst þetta skipta máli, þetta að tala til mín. Þegar Jesús segir, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Og takk eftir þessu. Við stundum höldum við fram að við heyrum að sagt við okkur, já þetta Gamla testamentið, já þetta bara búið spil. Við erum komin í Nýja testamentið, það annað sem að vaki fyrir okkur. Jesús Kristur kom ekki til þess að afnema lögmál og spámenn. Hann kom til þess að uppfylla það. Hann kom til þess að láta það rætast, hann gekk undir öll ákvæði lögmálsins og hann stóðst þau. Hann lét ekkert rugla sig í rýminu og þess vegna var hann samþyktur af Guði almáttugum sem hreina og rétta fórn. Og sjáu svo áframhaldið á þessu. Ég kom ekki til að afnema, heldur til að uppfylla. Sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líður lok, mun ekki eitt smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt komið fram. Þá lögmálið eins og spádómur? Að það þarf að rætast, það þarf að koma fram. Og ég trúi að við getum svarað þeirri spurningu með jái. Lögmálið nefnilega spádómur að ef að þú gengur undir veg Guðs og gengur á vegi Guðs, þá munt þú vera leiddur af heilugum anda og þá verður þér eins og eðlilegt að fara eftir því sem Guð hefur sagt. Og þegar þú heyrir orð Guðs, jafnvel þó að sé predika hart og það svona hittir þig illa, þá segir þú já, amen. Ég ætla að taka mig á þarna. Ég ætla að laga þetta hjá mér. Og Jóhannes skýrari, hann predikaði til sinnar kynslóðar einmitt á þennan hátt. Jesús gekk nákvæmlega sömu leiðina og predikaði sinnar kynslóðar nákvæmlega á þennan hátt. Hann predikaði orð Guðs til þess að við mættum fara eftir því. Og það mætti ráða hjá okkur og yfir okkur og vera með okkur. Þurfum við á þessu að halda í dag? Skyldi það vera að við þyrftum að taka okkur til í andlitinu og aðeins átt okkur á hvað orð Guð segir. Ég ætla að fara bara með ykkur í eitt atriði. Ég ætla að fara með ykkur í Matthews 19. Af því að þetta bara eitt af þessum atriðum sem við getum tekið fyrir. Og þetta samtíma atriði. Við vitum að samtíminn, hann fær alls konar skilaboð. Og eitt af þessu skilaboðum hvers kyns ég? Ég karlkyn, kvenkyn, ég eitthvað annað kyn? Hvað Biblían að segja við okkur um þetta? Hvað skildi Jesús segja? Hver eigum við að svara í okkar kringumstæðum? Og Jesús spurður. Og það svo merkilegt að þetta var ákvæði sem hann spurður út í Matthews 19. Og hvað segir hann? Ég ætla aðeins að fá að lesa þetta fyrir ykkur. Þá kom til hans farisear og þeir vildu freista hans. Og farisearnir, þeir áttu að vita þetta. Þeir áttu alveg að sjá það að hluti af vandanum einmitt þessi að menn viti ekki alveg hvort fótu þeir eiga að stíga. Láta þeir ekki orð Guðs leiða sig. Þeir koma þarna að. Þeir spurðu leyfismenn að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem Og Jesús svaraði. Hafið þeir eigi lesið að skaparinn gjörði þau frá upphafi karl og konu. Karl og konu, ekki fleiri.
skildi vera að þetta væri atriði sem við þyrftum bara að fá að heyra frá kirkju landsins? Er þörf á því að Íslendingar fá að heyra þetta atriði? Skaparinn bjó ekki til fleiri kyn. Við erum að búa til miklu fleiri kyn. Hver er munurinn á skaparanum eða okkur? Við búum til nægilega mikið klúður. Er ekki nægilega mikið klúður í okkar samtíma? Jesús Kristur kom með þetta mjög skýrt. Hann skapaði bara karl og konu og sagði, fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður, bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Ekki 2 karlmenn, ekki 2 konur. Þetta er mjög skýrt hjá Jesú Kristi. Þetta er vegur, þetta er leið sem Drottinn vill að hljómi hér á Íslandi af því við erum að fara vegvillt. Við erum að fara út í ákveðnar ógöngur. Má Jesús Kristur segja þetta á Íslandi? Eða yrði gert við Jesúm Kristi sem var gert við Trump daginn að þeir bara lokuðu á Twitter og allt? Er það þannig hjá okkur að þessi boðskapur, hann er svo erfiður fyrir mannin og við erum svo ósátt við að fá ekki að fara okkar leið að við notum bæði Facebook og Twitter til þess bara að loka á sannleikann. Sannleikurinn er það sem gerir okkur frjáls. Sannleikurinn er það sá frá Guði að hann vill leið okkur inn í þá veg að Guð hefur samfélag við okkur. Þetta var nákvæmlega til þess að Adam var skapaður að Guð þráði samfélag við sköpun sína. Hefur hann samfélag við þig? Er Guð almáttugur í samfélagi við þig? Heyrir að þína bæn? Veit hann þitt hjartalag? Sér hann að þú ert auðmjúkur, af hjarta lítillátur? Sér hann að þú ert að leita hans í þínum erfiðustu kringumstæðum og hann á að koma til þín með lausnina? Við viljum öll fá lausnina þegar klúðrið er komið og allir sjá hvað er mikið erfitt, því að mannlegt klúður er alveg gríðarlega erfitt viðureignar. Það er svo erfitt viðureignar þegar menn hafa ekki alveg tök á lífi sínu að það getur kostað á lífið. Það er svo alvarlegt. Og bara eitt af því sem ætti að segja okkur hversu mikilvægt lífið er. Við erum með alls konar bönn og höft á Íslandi í dag vegna kórónuveirunar því við vitum að hún getur verið banvæn. Og við viljum ekki eyða lífinu. Við viljum ekki að menn séu í áhættu lifnaði og þeir séu settir í þær kringumstæður að þeir geti veikst og dáið og við missum jafnvel 20 eða 100 út af kórónuveiru. En það hafa samt fleiri á Íslandi dáið á síðasta ári vegna sjálfsmorða heldur en af kórónusjúkdómi. Og hvað gerum við í þessu máli? Það er eitthvað sem herjar á huga mannsins sem gerir það verkum hann gefst upp. Ég trúi því að við mögum benda þeim á það að við erum með orð Guðs sem gefur vonaríka framtíð. Og vegur Guðs er einmitt þannig að hann vill leiða þig inn í vonaríka framtíð. Hefur þú opnað hurðina og séð hvernig vegurinn liggur? Hefur þú gert það sama eins og englarnir að þegar þið líta út að opnaðir hurðina? Getur það verið að það bara hreinlega vanti í lífi svo margra að þeir opna ekki dyrnar á náðarboðskap Jesú Krists. Svo ætla ég ekki að fara mikið lengra en þetta og benda ykkur á annað sem er mjög athyglisvert. Þegar við kynnumst einum manni sem er postuli trúar okkar, Páll postuli, þá ætla ég að fara með ykkur í 24. kapitula postulasögunar. Og af hverju er ég að fara þangað? Jú, af því að þetta er samtíminn hans, hann er að tala. Og samtíminn er að leggja áherslu eða koma með álit á Páli postula. Og það er svolítið athyglisvert hvaða álit Páll hefur. Ég met hann mjög mikils og ég segja Páll postuli, hann er ein skærasta stjarna í okkar lífi, auðvitað ekki skærar en Jesús Kristur, en hann er þar lítið fyrir neðan vegna þess að þetta er maður sem Guð notaði. Hann fekk að ganga Guðsveg og fór þá leið. Og sjáu hvernig samtími segir. Hvernig hann talar Pál postula. Það færa með ykkur í 24. kapitula postulasögunar, 14. vers. Og þar segir samtími Páls. En hitt skal ég játa þér, að ég þjóna Guði feðra vorra, samkvæmt veginum sem þeir
kalla villu. Er þetta ekki athyglisvert að Páll að glíma við sinn samtíma sem kallar veg Jesú Krists villu? Og Jóhannes skýrari, hann var kallað til þess að greiða veg drottins, til að greiða mönnum braut. Og samt var samtími Páls sem vissum Jesú Krist, hann kallaði þennan veg villu. Það getur vel verið að þú kallið okkur alls konar sértrúar nöfnum. En láta það ekki styggja okkur, vegna þess að við vitum að Guð, hann hefur ekki sleppt af okkur hendinni og við erum ekki að ganga villur vegar. Við erum innmitt á vegi drottins, þó hann sé kallaði villa af sumum. Og svo segir hann, og ég trúi öllu því sem skrifa stendur í lögmálinu og spámanunum. Og þá von hef ég til Guðs sem og þeir sjálfir hafa að upp muni rísa bæði réttlátir og ranglátir. Og ég trúi að þetta framundan hjá okkur. Innan mjög skams tíma, þegar Jesús Kristur birtist á skýjum himins, í mætti, í veldi og í mikilli dýrð, þá mun hann opna grafir þeirra sem að hvíla í kirkjugörður landsins. Hann mun kalla þá sem að dánir eru til út frá dauðanum og hann mun endurlífga þá til lifandi samfélags og íbúa hér á þessari jörð. Ég get alveg verið aukakendur í þessari skoðun. Það getur vel verið að þetta hljómi ekkert endilega vel hjá fólki, en þetta vonin sem við eigum vegna trúarinnar á Jesúm Krist. Hann sigurvegari dauðans, hann sigraði dauðan fyrir þig og mig, og dauðin ekki eilíft ástand fyrir hinn kristna mann. Hann bara skamman tíma. Þangað til Kristur kemur, þá verðum við með Kristi alla tíma. Hvernig líst þér á þessa leið? Hvernig líst þér á þennan veg? Hvernig væri að ganga örugum skrefum inn á þennan veg, vegna þess að við vitum hvað postularnir að segja. Og við erum með þessa vonaríku framtíð til þess að gefa þér og mér von í okkar kringumstæðum. Ég ætla að biðja Drottinum að blessa þig þennan boðskap og að þú haldir áfram þetta ár inn í vonaríka framtíð með Drottin þér við hlið. Haltu í hann, gerðu hann að drottni þínum og meistara, láttu frelsast og gerðu það sem þú veist að rétt á ganga á Guðs vegi. Lifðu orði Guðs leiða þig, lifðu orði drottins, hjálpa þig til þess að taka réttar ákvarðanir, og þó þú heyrir ykkur að nýja hugmyndafræði eða ykkur að nýjar skoðanir, lifðu orði Guðs segja þér hvað rétt, hvað oss leyft eða bannað. Hún skal þitt leiðarljós. Með Jesús Kristur sem höfundur trúarinnar, blessa þig og varveita þig. Og mér langar til þess að við endum þennan boðskap með bæninni það að Jesús frelsi okkur og leiði. Og þakka þér Drottin fyrir miskunn þín og náð. Og þakka fyrir kraftinn og eld. Þakka þér fyrir að þú munt taka okkur að þér, og þó að við í veikleika biðjum til þín, þá megum við segja: Jesús, ég syndugur maður, taktu við mér eins og ég Fyrirgefðu mig syndir mínar, hreinsaðu mig og gerðu mig að manni eftir þínum vilja. Leyfðu huga mínum og hjarta hneigjast að orði þínu, að ég geri vilja þinn fullkominn og ég geri þig dýrlegan í Jesú nafni. Amen. Amen. Gjörðu svo vel, Kitty mín. Á að syngja hérna kór sem við sungum á bænastundinni á föstudaginn, og ég lærði hann út í Afríku, og hann bara það ein setning á ensku og þú finnur hann í tölvunni, Kalli. You reign in power and majesty. You reign forevermore. Og það einmitt það að okkar Drottinn, hann ríkir að eilífu. You reign in power and majesty. You reign forevermore. You reign in power and majesty. You reign forevermore.
Hann segir í einum sálminum, gott að lofa Drottinn. Og hann segir líka í bréfunum, ef einhverjum líður illa yður á meðal. Snorri var að tala að við klúðruðum málunum. Og það eru svo margir í vanlíðan og það eru svo margir sem ráða ekki við lífið og get ekki höndlað tilfinningar sínar eða líf sitt. Biblían segir, ef einhverjum líður illa yður á meðal, þá biðji ég hann. Þá biðji ég hann. Og það er í rauninni besta meðalið sem við höfum, að það er bara að opna munnin og Drottinn Guð segir, ég mun fylla. Og þegar þú talar, Davíð hann hafði lært þetta að tala við sálina sína. Hann sagði, af hverju ertu beygð sála mín? Af hverju ertu beygð sála mín? Vona á Drottinn, enn muntu fá að sjá auglið Drottins, vonað á Guð. Og ef þú ert niðurbrotinn, niðurbeygður í dag, þá er svo gott að segja bara, sála mín, vona þú á Drottinn, vona þú á Drottinn. Amen. Vegna þess að það er hann sem ríkir. Það er hann sem ríkir. Þetta er svo yndislegu kór að hann ríkir. Það er svo gott að vita af einhverjum sem er góður, sem að ríkir og hans ríki mun koma. Hans ríki mun koma.